Við ætlum að skoða rætur tvintölu, við ætlum að skoða með öðrum orði lausnir á jöfnunni set í endar eftir tvöfalt vaff, þar sem seta á tvöfalt vaff eru tvintölur og n er einhver náttúruleg tala. Og ég ætla að pröfa að gera það bara með að leysa dæmi. Spjöllum fræðin í leiðinni. Við fáum jöfnu sem er seta í þriðja er eftir mínus 1 mínus i. Ég ætla sem sagt að finna allar tölur seta sem er þannig að þegar ég setar í þriðjaveldi þá fæ ég mínus 1 mínus i. Það sem við byrjum alltaf að gera er að setja hægri hliðin í jöfnun okkar á pólform. Þannig að þessi jöfnar jafngildi ég segja seta í þriðja er í aftog og nú þarf ég að finna lengd þessara tvintölu og ég þarf að finna hornið. Lengdin er, þá segjum við raunhlutin í öðru pluss þverhlutin í öðru og rótin af því. Þannig að þetta verður rótin af 2. Segja að raunhluti þessara tvintölu er mínus 1 og þverhlutin er mínus 1. Við munum að við skrifum alltaf tvintöluforminu a pluss ib. A er raunhlutin og b er þverhlutin. Nú, við ætlum að finna höfuðstefnuhornið og hér er alltaf gott að teikna upp til að sjá hvernig þetta lítur út allt saman. Við erum með tvintöluna mínus 1 mínus i, segjum það sé sirka hér. Þannig að sjáum að því jafnlangt á x-ásnum og y-ásnum, þannig að ég er að skipta horninu hér í tvennt. Þannig að höfuðstefnuhornið mitt er þetta hérna horn. Ég vel það horn sem ég styttir að fara. Ég hefði getað valið þetta hér horn, það er stefnuhornið, en við viljum hafa höfuðstefnuhornið, það er hornið sem er á bilinu mínus pi til pi. Þannig að styttir leiðina hérna. Og ég segi að fæ pi hálfu pluss pi fjórðu. Ég er með þetta er hérna mínus, þetta er mínus pi fjórðu og mínus pi hálfu, mínus 3 pi fjórðu. Þannig að höfuðstefnuhornið, arg með stóru af mínus 1 mínus i, er mínus 3 pi fjórðu. Hér hefði við að sjálfsög geta sett inn í formúluna okkar, annarkvort arctan eða arccos og fengi út sömu niðurstöðu. Þá segjum við mínus 1 vegna þess að þverhlutin er mínus, sem arccosin er raunhlutin deilt með lengdin og við fáum sama horn. Þannig að jafna mín snúum okkur aftur að henni, seta í þriðja er aftog, rótin af 2 sinnum e í mínus 3 pi fjórðu. Þetta er jafna sem ég ætla að leysa núna. Þetta hérna var bara svona side note. Nú, ég hugsa þetta svona. Fyrsta og ekki gleyma að skrifa í hérna eins og ég gerði. Annars er þetta ekki tvintalan. Ok, fyrsta sem ég ætla að gera bara er að segja ég ætla að taka þriðrótina hérna báðum megin. Setja í veldið 1/3 báðum megin. Þá er ég með setar í aftog. Þannig að þessi jafna hérna fyrir ofan er jafngild, seta allavega í aðra áttina, skulum láta það duga. Þannig að seta er í aftog, þá verður að taka þriðrótina af rótina 2 og skulum skrifa bara upp skrefin. Markveldið af hérna hlutunum í veldinu, þá tek ég veldi á hvorum fyrir sig, og þá stendur seta er í aftog, sjötta rótin af 2, þetta er 2 í hálfta í 1/3, það er 2 í hálfur sinnum 1/3, sem er 2 í 1/6, sem er sjötta rótin af 2. Og svo ger ég sama hér, þetta veldi sinnum þetta, þannig að e í mínus pi deilt með 4 i. Og ég kom með eina rót. Segjum svo ég vilji fá hver raunhlutin af þessu róti er og hver þverhlutin er. Þá nota ég reglu Euler. Við skulum færa okkur hérna neðar. Seta er í aftog. Sjötta rótin af 2 sinnum kosinus af mínus pi fjórðu pluss i sinnum sínus af mínus pi fjórðu. Þannig að ég vil fá raunhlutan, það var bara þessi sinnum þessi og þetta verður eitthvað ljómandi fínt. 0,74 og svo fæ ég þverhlutan, þá er það bara þessi sinnum þessi og ég fæ mínus 0,74 i. Þannig hérna er ég komið raunhlutan í þessa rót og þverhlutan í þessa rót. Nú segi ég, þetta hér er lausn á þessari jöfnu, en eina setningunum okkar sagði að við erum að setja í þriðja í aftur, þá fæ ég 3 mismundi lausnir. Það eru 3 tölur sem eru þannig að við setja í þriðja veldi að fæ ég mínus 1 mínus i. Þannig að þetta er bara ein af lausnunum mínum. Við köllum þetta lausnuna þar sem við notum höfuðstefnuhornið sem við gerum hér. Við köllum það seta 0. Þannig að ég bæti því við hérna. Og þá er spurning hvernig fæ ég næstu rætur, hvernig fæ ég hina rætunar.
Við skulum pröfa bæta því hérna við. Við segjum, ok, ein leið til að tákna tvinntöluna mína hægri hliðin í tvinntöluna minni, tvinntöluna sem hægra megin við jafnaðarmerkið. Ein leið til að tákna hana með að nota höfuðstefnuhornið. Önnur leið væri að segja, já, tvinntalan sem hérna inn í sögunum, hún er sömu lengd, en ég get sagt hún er líka, það er þetta táknuna með þessu horni, pluss 2π. Jafnvel pluss 4π eða pluss 6π. Það svara bara til að ég fór mínus 3π4 hérna og svo smelti ég með hringinn og fór 2π í viðbót. Og svo get ég smelt mér annar hring og farið 4π í viðbót og jafnvel annan hring. Þannig ég get sagt hérna 2π sinnum k. Og það er einmitt það sem ég geri. Svo tek ég þriðju rótina af þessu og þá erum við komið formúluna. Þurfum ekki að læra utan og við notum hana bara svona. Þannig að við segjum seta 1 er þá sjötta rótin af 2, lengdin alltaf svo sama fyrir allar rætunar. Kósinus af, þá segi ég hérna, ég legg saman 2π og mínus 3π4, 2π er 8π, þannig að 8 mínus 3/4π, þannig að 5π/4 og svo sinnum 1/3, þannig að ég fæ, því að þessi hérna, þessi hérna, þannig að ég fæ 5π og 4 sinnum 3, 12, pluss sinnum sínus af sama horni. Og sér hérna fór ég beint í reglu Eulers, skrifa þetta ekkert út upp að exponential forminu, en það hefði þetta mátt. Út úr þessu fæ ég 0,291, það sem okkur námdi rétt, pluss 1,084i. Og svo ger ég þriðju lausnina, seta 2 heitir hún, það er sjötta rótin af 2, sem kósinus af, og nú þarf ég að segja pluss 4π, k er 2, pluss 4π, þá fæ ég, og ég held að aðeins að hakast fram tilbaka hérna, 4π, þá er ég með sem sagt 16 mínus 3/4π, og svo sinnum 1/3, ég er sem sagt með 13/12π pluss sinnum sínus af 13/12π. Út úr þessu fæ ég cirka mínus 1,084 pluss mínus 0,291. Þannig þetta þrjár eru töluna sem eru þannig að ef ég setja þær í þriðaveldi þá fæ ég mínus 1 mínus i. Þetta eru með öðrum orðum lausnir á þessari jöfnu hérna. Þetta er lausn og þetta er lausn. Ef við pröfum að teikna þetta upp í tvenntöluplanið, svona argand diagram, pröfum að teikna lausnir okkar. Þá erum við með hérna hnýtakerfið sem að 1 sé cirka hér. Við reynum að hafa þetta svona cirka jafn langt. Aðeins nær hérna. Sem cirka 0,8 á mínus 0,8 sem hér og hérna, þannig að þetta er seta 0 og 0,3 og 1,08 aðeins með neitt þar hér og þetta er seta 1 sem hérna tala og svo mínus 1, smá og mínus 0,3 eitthvað svo cirka hérna. Þá sjáum við að við erum með, við sjáum það ekki út frá því, en þegar maður teiknar það svona upp, þá á hornið sem er á milli þeirra alltaf, það alltaf að vera jafn stórt. Þannig að hornið þegar við erum með þrjár lausnir, hornið verður þá 2π deilt með 3. Þannig að við sjáum að ef ég er búin að finna eina rót hérna, búin að finna að setja 0, þá næsta rót er bara þetta horn, hefur þetta horn, pluss 2π deilt með 3. Sér það mínus π deilt með 4 pluss 2π deilt með 3. Og ef við reiknum út úr þessu, fáum við þetta hérna og sjáum að þetta er það sama. Enda var það sem ég gerði á þann, ég bara laði við fyrst 2π og deildi svo með 3. Laði við 2π við upprunalega hornið.
Og eins hérna, ef ég er með þetta hér horn, 5π þriðju, ég er með þessa hérna rót, þá veit ég til að fá næst á eftir, þá er það að leggja við 2π þriðju. Og ef ég reiknum úr þessu, fæ ég, að þetta hér átt að standa 12 ekki 3, þá fæ ég 13π 12 sem er einmitt horni sem við fengum hérna. Þannig þetta er bara svona til að maður getur hugsa hvernig formúlan virkar, hvað við erum að gera. Maður segir líka að rætunar hérna, þær leggja sig í jafnarma þríhyrning, af því það eru þrjárötur. Almennt þær leggja þær sig í jafnarma n-hyrning. Þannig að við erum komið með alla þrjár lausnir og við getum pröfað að setja þessar tölur í þriðaveldi og séð að við fáum -1 -i. En svo getur komið önnur spurning. Það getur sagt, í staðin fyrir að segja finni alla lausnir og setja í þriðjari oft á -1 -i, þá getum við fengið spurninguna finnið þriðjurótina af -1 -i. Sér svona. Og segja að þetta hér hefur 3 lausnir en það hér hefur bara eina lausn. Og til að hugsa akkur þetta svona, þá veitum maður hugsa að pröfum að skoða jöfnuna x í öðru átt og 4. Við erum vönið að þetta hér hefur 2 lausnir, en við vitum að rótin af 4 hefur bara eina lausn. Hér getur x verið 2 eða x getur verið -2, en í þessu dæmi er bara rótin af 4 2, ef þetta staði bara svona. Þannig að þetta hér er sambærilega jafna við þetta hefur 3 lausnir, þetta hér er sambærilega jafna við þetta hér, þetta hefur bara eina lausn. Og þá er spurning, hvaða lausn hefur þetta? Þetta hefur akkurat þá lausn sem að við fengum hérna fyrir ofan þegar við notum höfuðstefnuhornið. Þannig að lausnin á þessu hér er 0,794 mínus 0,794 i. Þannig að þetta er lausnin hér, ekki þetta hérfall og ekki þetta hérfall. Bara þetta hér, vegna þess að þetta var lausnin þar sem við notum höfuðstefnuhornið. Pröfum að taka annað dæmið. Tökum þetta fína dæmi. Seta í fjórða er jafnt og -4. Nú pröfum að reikna þetta. Við ætlum að finna 4 tölur sem er þannig að þeir setja í fjórðaveldi og fæ -4. Alltaf sama strategía. Við pröfum að skrifa hægri hliðina á pólformi. Og hér er gott að teikna upp. Við förum 1, 2, 3, 4 hérna á þverásnum. Það er hérna. Og þá er spurningin hvað er þetta löng? Ja, spurningin hvað er hún langt frá 0,0? Hún er akkurat 4 frá. Þannig að lengdin af -4 er auðvitað 4. Og hvert er hornið? Já, við förum styðstu leið, en hér er reyndar 2 styðstu leiðir og þá er maður búin að velja að segja ég ætla að fara hérna pí. Þannig að arg, höfuðstefnuhornið, arg með stóru, af -4 er pí. Þannig að þessi jafna, jafngildi að segja set í fjórða, er 4 sinnum e-veldinu pí e. Sér svona. Og þá byrjum við bara að finna fyrstu hérna lausnina. Set í 1/4 hérna. Og ég fæ seta er jafnt og 4 í veldinu 1/4 sinnum e í veldinu pí e í veldinu 1/4. Þannig að þetta er fjórðarótin af 4 sem er rótin af 2 sinnum e í veldinu pí deilt með 4 e. Ok, kom með eina lausn, ég kom með eina rót. Munið þetta er bara ein lausn, þannig að kalla þetta seta 0. Þetta er akkurat lausnin, seta 0 er alltaf lausnin sem ég notaði höfuðstefnuhornið á hægri hliðinni. Ok, til að sjá út hvað tvintala þetta er á forminu a plus ib, þar að segja sjá hver raun hlutin er, sjá hver þvert hlutin er, þá nota ég reglu Eilers. Ég segi rótin af 2, ég einfalda þetta í rótin af 2 og getum séð útreikningarna hérna fyrir ofan, fyrir það sem vilja. Óps, ég vil ekki fara af þeim. Ég getur skoða þetta hér. Ok, rótin af 2 sinnum reglu Eilers, kósinus af pí deilt með 4 pluss i sinnum sínus af pí deilt með 4. Og svo reiknum við út úr þessu, fáum 1 fyrir geði og við fáum i. Þannig að hér er ég komið eina tölu sem er þannig að ef við setja hann í fjórðaveldi þá fæ ég -4. Nú, hvað með hinar tölunar? Já, þá eru nokkra leiðir til að finna þær. Já, ein leið er að segja
ég ætla að segja að set í fjórða sé 4 sinnum e í pi e, en í staðin fyrir að nota pi e, þá ætla ég að nota pi pluss 2 pi e, vegna þess að ég veit að það er sama tvinntala. Og þá tek ég bara fjórða veldi báða megin. Það er að segja 1 fjórða veldi báða megin. Og ég fæ út að setja 1, köllum við það þá, er rótin af 2, fjórða rótin af 4, sinnum e í veldinu 3 pi deilt með 4 e. Og svo get ég nota reglu Eulers til að reikna út að þetta er akkurat 1 mínus e. Öfugt fyrir ekki, mínus 1 pluss e. Sér svona. Og þetta er önnur lausn. Þessi tala líka þannig að maður getur sett hann í fjórðaveldi og þá fær maður út mínus 4. Og svo sagði við getum verið með k-sinn hérna 2pi hér. Þannig að næstu ræturnar ætti að vera ljósar. Það er að vera að setja 2 er rótin af 2 sinnum e í staðin fyrir 2pi og leggur við 4pi. Þannig með 5pi fjórðu. Og ég nota reglu Eulers og fæ út að þetta verið mínus 1 mínus e. Og setja 3 er rótin af 2 sinnum e í staðin fyrir að leggja við 2 eða 4pi, þá leggja við 6pi. Þannig að 6 pluss 1, 7pi fjórðu e. Og ég reikna út og ég fæ þetta er 1 mínus e. Hér er komin önnur lausn og hér er komin enn önnur lausn. Önnur leið til að hugsa hornið á milli hérna. Við vitum að ræturnar það leggja sig alltaf þannig að það er 90 gráðu horn á milli þeirra. Þannig að ég segi hérna 1 pluss e, cirka hérna. Þetta setja 0. Hún er hér. Svo ætla ég að snúa með 90 gráðu til að fá næstu. Ég hlýti þurfa að leggja við, sér að þetta var fyrsta hérna lausnin mín hérna. Á pólformi var hún svona. Þannig það hlýti þurfa að leggja hálf pi við til að snúa 90 gráður. Þannig að ef ég legg hálf pi við þessa hérna tölu, pi deilt með 4 pluss pi deilt með 2, nú hvað fæ ég þá? Það fæ ég 3 pi fjórðu. Og svo til að leggja fá næstur, þá er ég komið að setja 1 sem liggur hér. Og við skulum aðeins gera vandaðana betur. Cirka hér. Kannski meira svona hér. Þannig að hvar var allir x á sinn. Sem öllum ennum aftur. Setja 1 er hér. Og nú þarf ég að snúa 90 gráður viðbót til að fá næstur rót. Og þá hlýti ég að þurfa að leggja við 2pi við þessa hérna tölu. Ekki 2pi, heldur pi deilt með 2. Þannig að 3pi deilt með 4 pluss pi deilt með 2. Og ég legg þetta saman, ég fæ 2pi fjórðu. Þannig að ég fæ allt í allt 5pi fjórðu. Sjáðu sem er akkurat hornið mitt hérna. Og svo ger ég það sama, ég legg við þetta. Hér legg ég við pi halvu. Þannig að ég fæ 5pi fjórðu pluss pi halvu og ég fæ 7pi halvu. Ég er bara að reyna að koma með hugmynd hvernig maður getur hugsað formúluna. Þannig að ég fer með setja 2 er cirka hér og setja 3 er cirka hér. Ok, þannig að hér við sagðum að rætur að leggja sig alltaf í jafn arma ennhyrning. Það eru 4 rætur hér, þannig að n er 4, þannig að jafn arna ferhyrning. Ef þetta væri aðeins nákvæmar væri þetta kannski aðeins fallegri á mér. En svo skoðum við í fyrirlestri að það er önnur leið til að finna út hvernig næsta rót er þegar maður er búin að finna eina. Þegar við erum með svona jöfnu á forminu seta í fjórða. Og búin að finna, segjum að við séum búin að finna að seta 0 sé mín pluss 1 pluss i. Og svo vitum við að þetta er fjórðaveldi, það eru 4 rætur, þá vitum við að það er 90 gráða horn á milli þeirra og þá getum við sagt seta 1 er seta 0 sinnum i. Þá fæ ég út i sinnum 1 og ég fæ i sinnum i. Við skulum skrifa þetta bara upp. Ég fæ sem sagt 1 pluss i sinnum i,
fæ I pluss I í öðru, mínus 1, eða mínus 1 pluss I, sé svona. Og ég er sannlega komið næstu rót. Og svo get ég gert þetta, ég segi setja 2, er bara að setja 1 sinnum I, það er sem sagt setja 1 sem hérna sem ég var að fá, mínus 1 pluss I, sinnum I, og ég reikna út mínus I, og I sinnum I er mínus 1, þannig að þetta er mínus 1 mínus I. Svo ég skrifur raun hlutan fyrst og svo þverhlutan. Og svo setja 3, er að setja 2 sinnum I, þannig að ég er með mínus 1 mínus I, sinnum I, þannig að ég er með mínus I sinnum I er mínus 1, það er pluss 1, þannig að 1 mínus I, sé svona. Og ástæðan fyrir ég get gert þetta, það er að ég veit að það er 90 gráðu horn á milli, og ef við pröfum að skrifa tvindulina hérna sem ég var að margfalda með, I, á pólformi, ef að teikna hana hérna, þá erum við akkurat hér, þannig að pólformi hefur bara lengdina 1 og hornið pi hálfu. 1 sinnum E í pi delt með 2 I. Og ef við rifum upp hvernig maður margfalda saman tvær tvintölur, við gerum það hér, við erum með tvær tvintölur margfalda saman, R sinnum E í I þeta, sinnum S sinnum E í I phi. Hvernig gerir maður það? Maður margfaldar saman lengdirnar og maður leggur saman hornin. Þannig að þegar ég er að margfalda með I, þá er ég að margfalda lengdina með 1. Ég er sem sagt ekki að breyta lengdinni, en ég er að leggja pi delt með 2 við hornið, sem er akkurat það sem ég vil þegar með fjórðurætur. Ef ég er með jöfnu sem er ekki með fjórðuveldi hérna, þá get ég sjálfsagt ekki margfalda með I, vegna þess að þá er ég að breyta horninum pi delt með 2. Ég vil kannski alls ekki breyta það. Þannig að, já, skulum í lokin taka bara til að árétta að við ætla að reikna fjórðu rótina af mínus 4, þá er eina rétta svarið við þessu er að setja þar sem ég notaði höfuðstefnuhornið, þetta er einmitt 1 pluss I. Já, við segjum þetta gott.